Það má segja að síðastliðið ár hafi verið kaflaskipt hjá okkur. Það má segja fyrir og eftir samkomubann. Við byrjuðum haustið á hefðbundum staðbundnum námskeiðum, verklegum, náðum því að halda masterclass námskeið í desertgerð og eftirréttum með erlendu sérfræðingum. Okkar námskeið hafi verið skipulögð þannig að töluverður fjöldi námskeiða á ensku hjá okkur til þess að ná inn fleiri þáttakendum. Og á vorinu og sérstaklega frá því í mars var áherslan lögð á að framleiða kennsluefni fyrir vefinn. Við framleiddum samtals 8 klukkustunda efni fyrir bjór, kokteila og sterk vín. Eins voru gerðir stutti fræðslumólar bjórgerð, íslenska jurtir, nýtingu þeirra í matagerð. Hlaðvarpsþættir voru teknir upp matasóun og eins nýtingu matarþörunga í matareiðslu. Matvæla- og veitingasviðið telur mjög mikilvægt að hagnýta fjölbreytt kennsluform eins og kostur sem sagt vefnám, fræðslumóla, blandanám og streymi. Sem dæmi þá kennsla í vínfræðum skipulögð með blönduðu kennsluformi, þar að segja hluti kennslunar fór fram á vefnum og síðan voru skipulagðir samtals 8 stuttar staðbundnar lotur í vínsmakki. Námskeiðinu lýkur svo með námsmati. Unnið því að skipuleggja námsbraut fyrir barþjóna með svipuðum hætti. Matvæla- og veitingasvið tekur þátt í Erasmus Plus verkefninu Food for Thought. Markmið verkefnisins var meðal að kanna hvort neysla eða öllu breyting á neyslumynstri kalla á hugsanlega breyttar áherslur í kennslu og þjálfun í matvæla- og veitingagreinum. Við gerðum ítarlega greiningu í 5 þátttökulöndum viðhorf fagaðila til þessara breyttu áherslur og niðurstaðan var sú að skipuleggja og hanna vefnám samtals 6 kennslulotur og það var útfært á íslensku, ensku og frönsku. Við prófuðum svo þessa kennslulotur og héldum málþing núna í byrjun febrúar reyndar niðurstöðurnar og fengum til þess milli 50 og 60 þáttakendur til þess að taka þátt í hér á landi. Verkefninu lýkur í desember núna næstkomandi. Á vorinu og sérstaklega þegar líða tók á voruna að þá voru nemendur okkar í matvæla- og veitingagreinum, sérstaklega í matreiðslu og framreiðslu í töluverðum vanda. Þeir voru á uppsögn, voru á skertu starfshlutfalli og það var töluverð óvissa framhaldið hjá þeim. Við tókum þátt í því ásamt Hótel- og matvælaskólum að finna lausn fyrir nemana og það verður að segja að það fór svolítið tími í það en sem betur fer held ég að við höfum náð ásættanlegri leið fyrir flesta núna allavega á haustinu. Við lukum á árinu raunfærni mati á móti hæfnikröfum starfa, barþjóna og það má segja að það verkefni sem tók töluvert langa tíma hafi heppnast bara mjög vel. Svo eins tók sviðið þátt í sýningunni Stóreldhúsið sem var haldið í Laugardalshöllinni sem var mjög áhugaverð tenging við okkar greinar. Við þjónustum starfsgreinar á matvæla- og veitingagreina, skipulögðum Íslandsmót í matreiðslu og framreiðslunema og sigurvegararnir á Íslandsmótinu áttu að keppa fyrir okkar hönd í norrænu nemakeppni sem átti að fara fram í apríl síðastliðinn en vegna ástandsins, COVID, að þá var þeirri keppni frestað. Ég held að COVID og það ástand sem skapaðist í kjölfarið kom til með að breyta kennsluforminu hjá okkur varanlega. Við erum að skipuleggja námskeið á vefnum, í streymi, fræðslumóla á vefnum, blandaða námsleið. Þannig að ég sé ekki fyrir mér að við förum í hefðbundi, staðbundi nám eins og við vorum áður. Við þurfum líka að hugsa félagsmenn okkar sem eru búsettir við og dreifum landið og ná til þeirra með beinni hætti en við gerum. Og eins þurfum við að huga verulega að leiðum til þess að nálgast þá félagsmenn okkar sem eru á erlendu bergi og get ekki vel nýtt sér kennsluefni eða fræðsluefni okkar á íslensku. Það gerum við meðal annars með því að texta, hugsanlega þýða eða fá inn erlenda sérfræðinga sem tala þeirra mál til þess að fylgja kennslunni eftir hjá okkur.